Það sem leiði 3 sigur í úrslitum Reykjavíkurmótsins, hlýtur að vera sáttur? Já, mjög sáttur. Það alltaf gaman að vinna titil og þegar bikar í boði þá sækjumst við eftir honum og það tókst í dag og bara mjög sáttur með það. Ánægður með spilumennskuna, krefjandi aðstæður? Já, það voru krefjandi aðstæður og það þurfti að fresta leiknum korter og það þurfti að ræsa út traktor með snjóplóg og svoleiðis, þannig að þetta voru krefjandi aðstæður en það var þannig fyrir bæði lið, þannig að það voru svo sem engar afsakanir fyrir að spila ekki vel en ég var bara mjög ánægður með hugafæri leikmanna. Þetta var, ég vildi að menn, myndi sýna það að það væri að vera að berjast fyrir titli. Þetta er gömul og góð keppni sem við vildum endilega vinna. Þannig að ég er bara virkilega sáttur með hvað leikmennir lögðu í þetta. Þannig að já, bara mjög sáttur með þetta. Komu ungi leikmenn við sögu spennandi leikmenn? Já, virkilega. Ég meina við erum með Davíð Helga og Stíg sem eru mjög ungir líka, þeir ná að skora mark og síðan kemur Viðar og kemur inn á og leggur upp mark, þannig að bara virkilega gaman að geta að gefa þeim tækifæri í svona leikjum og þeir eru búin að standa sig það vel að þeir eiga þetta tækifæri skilið. Atli Þór og Erlingur hafa báðir verið að glíma með meiðsli, komu báðir inn á í dag, bara ánægjuleg tíðindi? Já, mjög, virkilega gaman að sjá það og þeir komu líka vel inn í innan leik og bara líka gleðið tíðindi fyrir þá. Þeir eru búin að vera í svona leiðilegum meiðslum, búin að taka langa tíma til þess að koma tilbaka og það er alltaf gaman þegar þú ert komin á þennan stað, þú verður getað byrjað að spila og þeir bara mjög sáttu með hvernig þeir komu líka inn í leikinn. Þannig að þetta var góð dagur. Hver er bara svona staðan á meðdumönnum þá? Aron Elís, Valdimar og Ekroð? Já, þeir eru aðeins þetta er svo sem engin alvarleg meiðsli en þetta er bara það er tími til þess að fara varlega núna og við þurfum að fara varlega með það. Þannig að þeir ættu svona að fara að skríða saman á næstu vikum, allir þrír og síðan er Sveinn Margeir, hann er líka ennþá að díla við sín meiðsli en það er svona, hann er alltaf að taka skref upp á við og Daði búið með sína aðgerð og byrjar að labba eðlilega, þannig að þetta tekur sinn tíma og við erum með nokkuð meiðsli en það eru svona ekki alvarlega og allir á leiðinni tilbaka. Auðvitað án 5 lykilmanna hér í dag, þeir eru út í Mexíkó, ætlar að stilla inn klukkan 2 í nótt? Já, ég ætla að reyna það, ég veit ekki hvort með texta en við erum búin að við gerðum okkar, þannig að við vonum bara að nú gera þeir sitt út í Mexíkó. Þetta eru skemmtilegt að fylgjast með leiknum og stórt tækifæri fyrir strákana. Nokkrir að spila sinn fyrsta A-landsleik, þannig að við erum bara samgleðist. Ef ég horfa ekki á hann í kvöld, þá mun ég horfa á hann á morgun. Þú hefur ykkur áhyggjur af með alla fréttir sem hafa komið? Nei, ég hugsa að þeir séu góðum höndum. Ég er búinn að sjá einhver Rúnar Pálma sjúkraþjálfari er búinn að vera að senda með vídeó, þeir eru með öflugt öryggisteymi þarna í kringum sig. Þannig að ég vona að þeir muni passa upp á það. Hvernig er bara svona fyrsti staðalag leikmannahópnum? Býstu við einhverju frekari styrkingu fyrir mót? Við erum bara eftir að sjá til sko. Það er bara, við náttúrulega erum með stóran og breiðan hóp og við þurfum það. Við ætlum að slást alla titlana og komast í Evrópu, þá þarf bara hópurinn að vera stór. Það hefur sýnt sig senustu ára að það borgar sig að vera með góðan hóp og þegar við lendum í Evróputerninni þá á það til að verða mikið meiðsli, þannig að við munum hafa augun opin ef það eru spennandi bitar og við teljum að geta nýst okkur þá munum við skoða það. Eitthvað fjallað að Víkingar hafi verið klárir með Jóa Bjarna, hefði Valdimar farið út, er það rétt? Það er í raun og veru svona ekkert sem ég get tjáð mig beint Kári sér alfarið þessi viðskipti. Hversu langt það komið, hversu mikil umræða eða tal þeirra á milli veit ég ekki hvernig var.